Nú ætlum við að tala línulegar nálganir. Við höfum svo sem unnið með þær áður. En við skulum fá aðeins meira út úr þessu til þess að geta reynt að meta skekkjuna í því að taka línulega nálgun. Það er að segja, við má skoða einhvert fall F og hér er einhver punktur C sem skilgreint á bilinu frá A til B og hér á milli þeirra er einhver tala C og ef að F er deildanlegt á opnabilinu allavega frá A til B þá er hægt að finna snertilínu sem er svona það sem við kallum besta línulega nálgun við punktin í C. Ef að við fáum líka að F er tvisvarsinnum deildanlegt á bilinu frá A til B þá getum við fengið meira út úr þessu. Við skulum tala það. Þess að rifja upp línulega nálgun skulum við líta á dæmi. Finnum snertilínu. Snertilínan er nefnilega línulega nálgunin. Finnum snertilínu við fallið F sem er gefið með formúlunni x í mínus 3 og í punktinum x jafnt og c. Hér er c 2. Við vitum náttúrulega að þetta fall er deildanlegt og allstæðnum í núlli en við ætlum ekki að vera nálægt núlli. En það er ekki skilgreint í núlli, svo þetta er kannski ekki stórkostlegt vandamál. Við ætlum sem sagt að smíða þessa hérna jöfnu. F í 2 pluss f merkt í 2 sinnum x mínus 2. Og við sjáum hvað við þurfum, fallgildi í 2. Byrjum á því bara. Fallgildi í 2 er 2 í veldinu mínus 3, 2 í 3 er 8 og það er mínus hérna upp í veldinu sem þýðir deiling, þannig að þetta verður 1/8. Svo þurfum við að deilda fallið. Þá fáum við mínus 3x í mínus 4. Svo leiðis að afleiðan í 2 verður mínus 3 sinnum 2 í veldinu mínus 4 og 2 í 4 er 16. Þetta verður þá 1/16 sinnum mínus 3 eða mínus 3/16. Þá erum við komið með allt sem þarf til. Þá er línulega nálgunin í grendipunktin x jafnt og 2. F af 2 var 1/8 og svo pluss hallatalan sem er mínustala, þannig að mínus 3/16. Þetta er í grend við 2. Ef við einföldum þetta er 1/8 mínus 3/16x og svo mínusunum mínus er pluss 2 á móti 16 er 8, þetta verður 3/8. Og ég ætla að skrifa þetta aftur upp svo að línulega nálgunin í grend við 2 er góð ef að x-in er ekki mjög langt frá 2 og fáum hérna 1/8 pluss 3/8, þetta eru 4/8, það er hálfur og svo mínus 3/16 x. Svona. Og það er að kjöra að nota GeoGebra til þess að átta sig betur á þessu. Fallið hétt f af x er x í veldinu mínus 3. Línulega nálgunin var hálfur mínus 3/16 x. Það var ekki góð nálgun. Þarna, þetta lítur miklu betur út. Og aðeins stækka þetta í kringum 2. Ég ætla að skoða 2 punkta til að búa til stika. X er jafnt og t. Þá skulum við setja inn punktinn A1. Skulum hafa hann á fallinu sjálfu. Hann er þá t, f af t. Svo skulum við hafa A2, annan punkt, sem er á línunni t, l af t. Hann er svolítið langt á milli þeirra. Þannig að línulega nálgunin er kannski ekki ýkja góð í x jafnt og 1. Ég ætla því að smíða eitt fall n. Kallum það e, skekkjufall. Það á bara að vera þessi mismunur. Skekkja er alltaf rétt gildi mínus nálgunar gildi. Sjáum að hér í grend við 2
skekkjan lítil, en svo er hún mjög mikil hérna, þannig að það er ekki gott að vera með x til dæmis nálægt einum, hvað þá 0,5. Við skulum setja einn punkt á skekkjuna, kallum hann B. B er punkturinn t, e af t. Svo skulum við láta t-ið hlaupa. Sjáum að A1 og A2 eru langt frá hvort öðru, B er langt frá 0. Við viljum að B sé sem næst 0, liggi sem næst x-ásnum. Þarna sjáum við að punkturinn B leggst á x-ásinn þegar x er nálægt 2. Nú viljum við fá mat á það, við viljum geta reiknað út hver skekkjan er. Við viljum að minnstakosti fá ykkur tæki í hendurnar sem gefur til kynna hvað getur skekkjan orðið mest, og það er þá verkefni þessa fyrirlestrar. Og við skulum aðeins veltaði fyrir okkur hvernig er þægilegt að tækla þetta. Ef f er lína, það er að segja beinlína, ef að f af x er til dæmis þessi lína, hvernig væri línuleg nálgun á henni? Hvernig væri línuleg nálgun til dæmis í grennd við x82? Og hver væri skekkjan í þeirri nálgun? Þá þurfum við alltaf að skoða skekkjuna á einhverju bíli eða fá eitthvað almennt mat á hana. Það er veltu þessu aðeins fyrir okkur. Já, við viljum finna línulega nálgun, hún er náttúrulega alltaf á þessu formi hér. Það er þá f í 2 pluss f merkt í 2 sinnum x mínus 2. Fallgildið f í 2 er þá bara 2. Afleiðan f merkt af x er 1. Nú þá er náttúrulega f, að þetta er fastafall, f merkt í 2 er þá líka bara 1. Svo að línulega nálgunin, sem er ju eitt annað en snertilína, og snertilína er besta línulega nálgunin. Við erum alltaf að meina það. Við viljum auðvitað taka bestu línulega nálgunina. Þetta er þá hvað? 2 pluss 1 sinnum x mínus 2. Og þetta er þá 2 pluss x mínus 2. Þetta er línan sjálf. Svo þegar maður hugsar aðeins það, er það ekki eðlilegt ef maður tekur línulega nálgun á línu, að það er auðvitað línan sjálf. Hér er þá engin skekkja. Ef við deildum tvisvar, það er 0. Það er skekkjan tengist annarri afleiðu. Af því að önnur afleiða er með öðrum orðum mælikvarði á það hvernig afleiðan breytist. Tökum annað dæmi. Hvað ef f af x er grunnfleygiboginn, x í öðru, og svona sama verkefni. Þá er afleiðan 2x og við ætlum að taka þetta í punktinum x jafnt og 2. Við ætlum að skoða línulega nálgun í 2. F merkt af x er 2x, þá er f merkt í 2 hallatala. Fleygibogans þarna í 2 er þá 2 sem 2 sem eru 4. Og hvað? F í 2, við þurfum að hafa það líka. Fallgildi 2 er reynda líka 4. Og við notum þetta nú til þess að smíða bestu línulegu nálgun, það er snerti línan í 2. Það er þá f í 2 pluss f merkt í 2 sinnum x mínus 2. Og þetta verða 4 pluss 4 sinnum x mínus 2 og við fáum í nú við 4x, kannski taka þetta fyrst, 4 og svo mínus 8 hér, þetta verða mínus 4 pluss 4x. Svo getum við risað þetta upp saman og skoða hvernig þetta lítur út. En athugum að önnur afleiða f tvímerkt í x er afleiðan af 2x í 2. Nú, jæja, hvað er skekkja? Skekkja er ekkert annað heldur en mismunur á réttugildi. Það er bara réttgildi
mínus nálgun. Og í þessu dæmi hér var réttagildið í sérhverjum punkti, það er x í öðru, en við erum að skoða skekkjuna í beimur, við erum að skoða skekkjuna í nálguninni og þá fengum við mínus 4x mínus 4, 4x mínus 4, þetta verður x í öðru mínus 4x pluss 4, þetta er ætti að þátta og við fáum svona verður skekkjan. Hún er engin ef x er 2, ef x er 1, hvernig getum við reiknað skekkjun út nákvæmlega. Formúlan sem við ætlum að rannsaka fyrir skekkju. Skekkjuformúlan er svona: e af x er hálfur sinnum f tvímert í einhverjum punkti s. S liggur á milli x og 2 og það fyrir alveg eftir hvað x við erum að skoða. Ef x er 1 þá liggur s á milli 1 og 2. Ef að x hefði verið 3 þá var s á milli 2 og 3 og svo kemur hér x mínus 2 í öðru. Þetta er formúla fyrir skekkju í línulegri nálgun. Það er ekki alltaf hægt að reikna út hvað s-ið er, það er ekki alltaf auðvelt allt hérnt. En við sjáum að þetta passar ágætlega. Fræðilega formúlan gefur það sem við gátum síðan bara reiknað út. Nú er verkefnið að smíða þessa formúlu og ég ætla að fara aðeins öðruvísi að heldur en í fyrirlestarnótunum. Nota meðalgildisetninguna, bara beint, sem kannski færir okkur heim sannu það hversu mikilvæg hún er. Setning: ef fallið f er tvisvar sinnum deildanlegt á opnu bili frá a til b og c er einhver tala sem liggur á milli a og b, þá fyrir sérhvert x á opna bilinu frá a til b til tala s sem liggur á milli x og c. Aðeins staldra við, hérna er a og hérna er b. Við erum bara að fá eitthvað gott formengi. Svo tökum við línulega nálgun hér í c og það segir hún liggja á milli x og c því að x getur svo sem leiði hérna megin við c og líka vinstra megin við c. Þannig við segjum bara hún liggja á milli x og c. Ef við látum að myndinni x vera fyrir ofan eða hægra megin við c, þá er s þarna á milli. Þá er fyrir sérhvert x á formengi falsins f í formenginu en við erum bara að skoða einhvert bil og tiltala s liggur milli x og c, þannig að þessi formúla hér gildir. F af x er línulega nálgunin pluss skekkjuliður hálfur sinnum x mínus c í öðru sinnum f tvímert í s. Og L er náttúrulega eftir sem áður jafnast snertulínu sem er línuleg nálgun tekin í punktinum C. Við skulum sanna þetta og það er rétt að æskja þess að sjálfum sér að skilja þessa sönnun til hlítar. Fallið f, við höfum það og gæti svo sem beitt meðalgildisetningunni á það fall, en fallið f mert í x er náttúrulega fallið í sjálfu sér, þannig að við skulum beita meðalgildisetningunni á fallið f mert. Fallið f mert er, það er samfellt, við segjum bara einfaldar, er deildanlegt. Það er deildanlegt á þessu bili frá a upp í b
og þá vitum við sjálfkrafa að það er samfelldar. Þá eru forsendur meðalgildisetningarinnar uppfylltar. Því er til tala S sem að liggur á milli, nota það sem líka gefið er. Það er búið að segja að X sé á bílnum frá A til B og C er það líka. S sem að liggur á milli C og X, þannig að F merkt í X mínus F merkt í C deilt með X mínus C er afleiða af F merkt, sem er þá F tvímerkt, í punkti S. Þarna er meðalgildisetningin komin. Ég sleppi nú aðeins að skrifa hér upp að ég noti hana og það sem F merkt er deildarlegt, þá fylgir sjálfkrafa að það er samfellt á þessu bili. Þá höfum við þetta og við getum náttúrulega fært X mínus C hérna yfir á hægri hlið og fært síðan F merkt að C yfir, þannig að við höfum að F merkt í X, að það er F merkt í C pluss X mínus C sinnum þessi tala, F merkt í S. Það er einhver ein tala sem stillir þessa jöfnu svona að þannig hún sé nákvæm. Nú, hvað svo? Stofnfall fyrir F merkt í X er F af X og svo gangur það nú heildum. Þetta er talan F merkt í C, þannig að þetta verður F merkt í C sinnum X. Svo heildum við X mínus C og fáum þá hálfur sinnum X mínus C í öðru sinnum F tvímerkt af S og svo fáum við alltaf einhvern óákvarðaðan heildunarfasta fullmann C. Við höfum náttúrulega þetta hér svona í bakgrunni að línleg nálgunin er F í C, það er það sem við erum að reyna að fara að meta, pluss F merkt í C sinnum X mínus C er línuleg nálgun við fallið F hvar í grennd við X og C. Svona. Hvað vitum við nú? Skulum merkja þessa jöfnu. Þegar við setjum nú bara C inn í þessa jöfnu, þá fáum við F merkt í C og X er orðið C og þetta verður 0. Og við getum fundið C nákvæmlega því við vitum fallgildi allavega í einum punkti. Sett inn C í staðinn fyrir X og þá fáum við að F í C er F merkt í C, það er talan og svo núna tökum við X og C, þessi líður verður allir 0 og af þessu leiðir í báðar áttir að C er F af C mínus F merkt í C sinnum C. Svona. Þá vitum við hvað C er og við getum sett þetta hér inn í jöfnuna í staðinn fyrir C og fáum að F af X er þá, ég ætla að skrifa þetta upp í einn. C-ið, ég ætla að skrifa fyrst þennan hérna hluta á C-inu. Hérna. Svo ætla ég að skrifa þetta. Og mínus þetta. Og að því það er sami þáttur í báðum liðum, þá ætla ég að taka hérna X mínus C og til sviga. Ég sem sagt skrifaði þennan mínus þennan og tók F merkt af C út fyrir sviga. Bara búin að klára þennan og ég bara eftir að skrá þennan hér. Þetta er þá hálfur sinnum X mínus C allt í öðru sinnum F tvímerkt í þessum punkti S sem að liggur á milli C og X og þarna hugsa maður X sem einhverja tölu sem er nálægt C svo það verði nú þessi hérna liður verður nú ekki einhvern veginn mjög stór eða svo eiginlega ekkert vitið í að vera með hann mjög stóran. Nú, skrifum eina línu enn. Þá er þetta komið.
Þetta hér línlega nálgunin pluss hálfur sinnum x mínus c í öðru sinnum f tvímerkt í s. Og þá getum við einmitt skrifað skekkjan réttgildi mínus nálgun. Þetta þá skekkjan í grennd við c og við höfum þá bara fært 11x hér yfir á vinstri hlið. Þá stendur bara þetta hérna eftir. Þetta hálfur sinnum x mínus c í öðru sinnum f tvímerkt í einhverjum punkti s sem liggur á milli x og c. Við skulum bara bæta við þetta í lokin að af því að það ekkert alltaf auðvelt að finna hvað þetta hér að það oft auðvelt að meta tölugildi skekkjunnar. Já, við skulum skilgreina tölu, við skulum kalla hana m. Látum m vera hæsta gildi eða lægsta gildi, allavega útgildi. Látum þetta vera, hérna skulum hafa s, stærsta gildi. Skulum reikna hana út fyrst og stinga síðan inn punkti s. Það sem að s á bilinu frá, nú veit ég hvað stærri, x eða a, ég ætla að skrifa bara, c eða x, skrifum þetta svona. En vegna þess að það nú oft svona vandragangur í kringum endapunktana, tala ekki þetta einhalla fall, þetta hérna fall, að við skulum, af því þetta nú mat, við skulum lofa endapunktunum að vera með. Það má renna sér í c og það má renna sér í x. Látum þetta vera tölu sem skilgreind svona og við skulum að hafa hana jákvæða. Þetta sem sagt einhver jákvæð tala og hún fundin þannig að við finnum aðra afleiðu falsins x og við veljum þá tölu s núna. Það ekki alveg sama s-uð áðan, heldur getum við valið þessa tölu sem þannig að hún gefur hæstu útkomu mögulega fyrir öll s að þessu bili. Við þurfum ekki að fara út fyrir það. En þá getum við líka sagt ef við skoðum tölugildi skekkjunnar og tölugildi af x mínus c í öðru náttúrulega alltaf jákvæð, þannig að við erum komið með eitthvað svona og ef við metum þetta nú upp á við þá fáum við að tölugildi skekkjunnar þá aldrei meira heldur en hálfur sinnum x mínus c í öðru sinnum þessi tala m sem við metum. Þessa hérna jöfnu náttúrulega að skrifa líka svona. Mínus hálfur sinnum, þetta hérna mat vildi sagt að verða að skrifa svona, sinnum c í öðru sinnum, ég ætla að segja þetta aftur, þessi tala hérna m þannig tilfundin að maður finnur aðra afleiðu falsins f í x, finnur síðan einhverja tölu, kannski bara betra að kalla hann eitthvað annað en s. Látum hann að heita xi. Þess að rögla sig ekki saman við s-ið hér. S-ið svona stilliskrúan sem gerir þetta nákvæmt. Xi talan sem gerir þetta eins stórt og hægt Þannig að skekkjan liggur þá á milli þessara tveggja talna fyrir eitthvert x. Þess að við erum að meta skekkjuna. Svona. Og þetta mjög mikilvæg niðurstaða því að þetta gefur okkur hugmynd það með beinu reikningum hvort að við erum að vinna á einhverjum skynsamlegum nótum. Ef við ætlum að taka línlega nálgun í staðinn fyrir fallið sjálft. Síðan útvíkkuðu þessu hugsun, fáum annars stigs marklíðu sem besta nálgun við fall og þriðja stigs marklíðu sem besta nálgun við fall. Eða við skulum orða þetta þannig að við fáum besta fleipboga sem nálgun við fall og besta þriðja stigs marklíðu sem nálgun við fall og við getum alltaf fundið skekkjulið. Hugmyndin einhvern veginn svo að ef við höfum eitthvað fall hér svona og það deildanlegt, getum við fundið bestu línu. Ef að það tvírsinu deildanlegt, þá getum við metið skekkjuna og við getum í sjálfu sér nota þá skekkjuliðin til þess að finna, besta fleipboga sem að laga sig hér að þessu punkti. Og ef hún þrísinu deildanleg, þá getum við fundið bestu þriðja stigs marklíðu sem laga sig hér að það svo framvegis.
Og þetta er hugmyndin á bak við svokallar Taylor margliður sem við tökum fyrir næst. Segjum þetta gott.